Serverði frá Key-Largo og fiskislóð 14. Það föstudagurinn 20. og 2. nóvember. Dagur sem að Bandaríkjamenn hafa minnst. Núna síðastliðin 50 ár frá því að John Fitzgerald Kennedy, forseti Bandaríkjanna, þá var skotið til bana í Dallas í Texas. Dagurinn sem að Bandaríkin breyttust, sögðu þá leiðtogar og blaðamenn, og því haldið fram með þetta í dag þó að stærstur hluti þjóðarinnar hafi ekkert þekkt til þessara hjóna, þessara heimsfrægu hjóna, að þá þetta einhvers konar sorgardagur. Og núna þegar hálfa öldin liðin að þá eru menn ennþá að segja að þegar ungi forsetinn féll þá hafi Bandaríkin týnt sakleysi sínu, lost innocence eins og það hljóðar á ensku, en að Bandaríkin hafi mist sakleysi sitt. Ekki veit ég það vegna þess að á þessum tíma og í kjölfarið ríktu grimmileg átök milli frjálslyndra og íhaldssamra afla örlög blökkumanna í Bandaríkjunum, og Martin Luther King sem myrtur var 5 árum eftir að Kennedy féll og síðan forsetaframbjóðandinn bróðir hann, Robert Kennedy, nokkrum mánuðum seinna féll hann fyrir kúlu ódæðismanns. En það voru gríðarleg átök á þessum tíma og Bandaríkin voru ekkert saklaus. Bandaríkin voru náttúrulega 15 árum eða 18 árum áður komin út úr hildarleik heimsstyrjaldarinnar, þannig sennilega hafi menn tapað eða þjóðir tapað sakleysi sínu, þá var það á þeim grimmdar vígvöllum sem að þjóðir heims tókust á og murkuðu lífið úr þegnum hvors annars. Kennedy forseti, hann var frægur fyrir það, fyrir Kúbudeiluna, að honum hefði tekist að halda ró sinni og starað Khrushchev til, hvað var kallað, hlýðni? Nei, hann allavega með því að loka aðflutningsleiðum að Kúbu, að þá vann hann, ef að hægt að tala að vinna eitthvað stríð vegna þess að Kúba ennþá undir ógnarstjórn kommunismans, þó að það var vísu breyst og elst og veiklast aðeins með japaratísum Carter og bræðurnir einræðis herrarnir og morðingjarnir sem að stjórna Kúbu hafa elst og eiga orðið erfiðara með þvaglát og annars líf sem fylgir því að verða gamall kall. En þetta voru miklir örlaga tímar og enn þann dag í dag, og ég segi það fyrir sjálfa mig, 50 árum eftir ég upplifði þennan atburð, þá menntaskóla emmeringur í Reykjavík, 21 árs gamall, í 5. bekk í mentó eftir að hafa snúið aftur að námi eftir 30 ára sjómennsku. Að þetta hefur það er ennþá að mér finnist, liggur við að mér finnist eins og ég hefi mist nákominn ættingja. En talandi nákominn ættingja, þá ætla ég að nota mér það að senda mákonu minni Guðrúnu Sigurlínu Mjöll Guðbergsdóttir Úlú, sem ræðismannsfrú í kanadísku borginni Regina í Saskatchewan fylki í Kanada, þar sem að hún og bróðir minn og Jón Örn og Haukur Hávason að hafa búið í 44 ár. Það 44 ár frá því að við bræður lukum námi við Wisconsin háskóla, þau fóru upp til Kanada og ég heim á Klakana.
Hún 70 í dag þessi elska og ég sendi henni og bróður mínum og bróður syni hjartans hamingjóskir hér þó þetta fari í gegnum Ísland og þaðan upp til Kanada þar sem hún sér þetta í kvöld þegar útsending hjartanlegar hamingjóskir frá okkur Ragnheiði og megiði eiga góðan dag og við heyrumst væntanlega á eftir. Ég var að velta fyrir mér öðru ASÍ ofboðslega svegt út í SA fyrir að hafa reiknað út fyrir þjóðinni delluna í launahækkunum síðustu 10-15 ára. En það virðist ekki rista þess vegna mjög þungt vegna þess að Gylfi Arnbjörnsson, hann segist hafa fengið einhver skilaboð frá ríkisstjórninni sem að greiði fyrir samningum. Ekki veit ég hverjum fjandanum þessi ríkisstjórn getur lofað umfram þar sem hún lofaði í aðdraganda kosninga og ekki farin að efna neitt að neinu leyti. Þessi tveir ungu menn, formaður Sjálfstæðisflokksins virðist heillum horfinn og formaður Framsóknarflokksins og forsætisráðherrann, hann í einhvers konar sjálfsblekkingarleik held ég. Nú las ég það einhvers staðar að það haldinn blaðamannafundur á föstudaginn kemur klukkan 2 þar sem að Sigmundur Davíð myndi draga kanínuna upp úr hattinum sínum og sýna að það sé hægt að lækka framkvæma mestu skuldalæknir heimssögunnar. En eina sem ég veit að það verður ekki gert með samþykki Sjálfstæðisflokksins að búa til einhvers konar skuldalækkunarsjóð í Seðlabankanum, þar sem að þjóðin verði látin ganga í ábyrgð fyrir kosningaloforði Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar. Sorry, það gerist ekki. Nú veit ég ekki hvort og það virðist vera allir sem ég tala við, allir sem hringi mig og allir sem ég tala við, þeir segja það veit enginn ekki einu sinni þeir sem standa nálægt forsætisráðherranum hvaða spilanefur á hendi og mér sagt að Bjarni Ben veit það heldur ekki og engin ráðherrar Sjálfstæðisflokks. Draga skuldalækkunar kanínu upp úr hatti Framsóknarflokksins. My God. Og Framsóknarflokkurinn eftir framistöðu Sigmundar Davíðs, hann mælist ekki í Reykjavík. Óskar Bergsson, sá mæti drengur og ágæti sem leiðir listan 3,2%. Sigmundur Davíð Gunnlaugsssyni, það ekki verið að hafna Óskar Bergssyni, hann flottur. Það verið að hafna Sigmundur Davíð Gunnlaugsssyni, þess svona annaðhvort verður hann einhver merkasti forsætisráðherra í sögunni eða ferlinum hans líkur á föstudag eftir viku. Vegna þess að ef hann dregur eitthvað upp úr hatti Framsóknar sem að Sjálfstæðisflokkurinn kannast ekki við eða vill ekki gangast við, þá sjálfhætt. Heimastjórnin hér handan við hornið Jón Hákon Magnússon, framkvæmdastjóri kom, Óli Björn Kárason, varaþingmaður og Guðlaugur Þórðarson. Ekki missa af því. Velkomin í nýjan og glæsilegan spilasal á Lækjartorgi. Háspenna. Sagarblöð, fræsitennur og bitverkfæri til trésmiða í miklu úrvali. Sérverslun fyrir handverksmenn. Ásborg, Smiðjuvegi 11. Veitingahúsið Brúin í Grindavík. Glæsilegt jólahlaðborð í nóvember og desember. Rólegt og þægilegt umhverfi, lifandi tónlist. Pantið tímanlega, sími 894 2013. Veitingahúsið Brúin, Grindavík. Sérhæfing í gleri og speglum síðan 1969, eina glerverksmiðjan á landinu með CE-vottaða framleiðslu, Íspann Smiðjuvegu 7, Kópavogi.
Þegar þig vantar ný dekk undir bílinn á góðu verði, jafnvel ódýrari en annars staðar, kíktu þá á dekkverk.is og gerðu verðsamanburð. Við erum að Lyngási 20 í Garðabæ. Opið frá 10 til 19 alla daga, líka helgar. Topp þjónusta, topp árangur. Allir þurfa þak yfir höfuðið. Mikil sala, okkur vantar eignir á söluskrá. Valhöll, fasteignasala í 20 ár, sími 588 44 77. Gæða flísar og allt til flísalagna á sanngjörnu verði í múrbúðinni. Tilboð á General jeppadekkjum, hjólbaraverkstæði Grafarvogs, Gylfaflöt 3, sími 567 44 68. Margverðlaunuðu Goodyear gæðadekkin færðu hjá okkur, hjólbaraverkstæði Sigurjóns, Hátúni 2A. Jólahlaðborð Perlunnar 2013. Aðeins 8.990 krónur. Frábærir tónlistamenn skemmta við jólahlaðborðið. Tilboð mánudaga til miðvikudaga 7.990 krónur. Perlan. Lundur 52 til 60 í Fossvogsdalnum í Kópavogi, skoðið teikningar á bygg.is. Bygg búum betur. Nýtt frá Wilko. Bakaðu þitt eigið hrökkbrauð. Hollt og ljúffengt. Wilko. Einfaldara getur það ekki verið. Bíllinn þinn klár fyrir veturinn, góð riðvörn tryggir endingu, endursölu og eykur öryggi í umferðinni. Bílariðvörn Bílsöfða 5 587 13 90. Rafalar, startarar, viðgerðir og sala, ódýrar bílaperur, rafstilling Dugguvogi 23 581 4991, rafstilling.is. B&T þú vilt vera viss. Mundu að vera í áskrift. Þú finnur þínar eftirlætistölur á lotto.is. Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Nú færðu reyktan kjúkling frá Holta. Grunnur að góðri máltíð. Bættu smá Washington í lífið þitt. Icelandair. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Saraftur frá Kilargo og Fiskistof 14, heimastjórnin, Jón Hákon Magnússon, Ólafur Kárason og Guðlaugur Þórðarsson. Byrja á því að áður við förum að tala Kennedy forseta sem að Bandaríkjamenn trega ennþá hálfri öld eftir að hann var ráðinn á dögum. Þennan örlagaríka dag í Dallas í Texas skoða úrslit prófkjörsins og kannski könnunina sem að var að birta á forsíðu Moggans í morgun. Guðlaugur Þór sem að hefur nú kannski mesta reynslu okkar allra af því að standa í prófkjörum landið þvert og endinn allt. Þá dapurt lítur að vera Guðlaugur Þór að horfa til þess að 5.000 af 20.000 sjálfstæðismönnum, flokksbundnum í Reykjavík nettu að fara og greiða atkvæði í algjörlega stemningssnauðu prófkjöri. Já, fyrst það er sagt að við erum að miða við prófkjör. Stærstu prófkjörnum voru 12.000 manns, þá voru 24.000 á kjörskrá. Þetta 2006 og 2007. Þetta voru náttúrulega svakaleg fyrirtæki. Alveg svakaleg fyrirtæki og ég held að niðurstaðan og flestra hafi verið að það var of mikið í lagt. En það er það sem þarf að fá fólk til að mæta í þessum fjölda á kjörstað. Fyrir alla venjulega aðilar sem eru skráðir í stjórnmálaflokk hefur verið kannski smalað einhver tíma á einhverju tímapunkti, þá er þetta bara venjulegu laugadagur. Og ef er ekkert eitthvað sem dregur þig sérstaklega, einhver sem ýtir á þig að þú segir mig langar til að kjósa þennan, og þá gerur það ekki. Og flestir sem taka átt í prófkjörum, þeir eru erfiðleikum með að fylla allt út af því þekkja svo fá og svo framvegis, og það gerir það verkum að þeir sem eru þjóðþekktir standa alla jafna miklu betur vígi þegar kosið í prófkjörum.
Það hefur aldrei verið staðið jafn vel að kynningu á frambjóðendum eins og í þessu prófkjöri. Og það alveg magna hvernig fulltrúaráðið stóð fyrir þessu. Þú varst með stóra fundi, ég man ekki eftir svona stórum tróðfullum fundi í Valhöll, þar sem var kynntir oddvitarnir, mjög vel mætt líka þegar hinir voru kynntir, og þetta var allt saman í beinni útsendingu á netinu, og bara á leiðtogafundinu þá horfðu 3000 manns á það í beinni útsendingu. Síðan voru klifta niður alla ræðurnar, ekki bara oddvitarna heldur annara, og það eru 5000 manns búin að skoða þessi litlu klipp. Þannig að flokkurinn var að nýta sér tæknina, samskiptamiðlana og allt saman. En hins vegar, þá náðist ekki þessi stemming sem næst, það voru ekki neinir frambjóðendur sem náðu virkilegri virkni í þessu prófkjöri, og þess vegna sjáum við eitthvað sem við myndum alla jafna telja kannski stórt prófkjör, 5000 manns, en er mér lítið með við það sem við erum vön að sjá. Því að þrátt fyrir að þeir eru búið að skala þessi prófkjör niður, að þá hafa þau verið í kringum 7000 manns. Ég held að niðurstaðan, hún sé fyrst og fremst sú, þann sem áður, og menn tala mikið konur og karl og annað slíkt, ef maður skoðar þessa niðurstöðu þessa prófkjörs, þá sér maður nú frekar, sem gerist ekki oft í sveitarstjórnarkosningum og borgarstjórnarkosningum, maður sér ákveðna áhersluvarðandi stefnur. Þeir aðilar sem hafa verið ekki talað í takt við núverandi meirihluta í borgarstjórnar, þeim alla jafna gengur betur heldur en hinum, og það hefur ekkert að gera með kyni eða neitt slíkt. Og það sem að fann, Jón Magnússon skrifaði nú ágætis pistil á sína heimasíðu, að þessi svona kurr sem var út af stefnumálum borgarstjórnarflokksins, sem að fann með að sjálfstæðismanna, að það endurspeglast í niðurstöðu prófkjörsins. Halldór fer fram yfir Júlíus, Kjartan Magnússon fær mjög góða kosningu, og hann fær það, og þeir eiga nú samheld Júlíus og Kjartan, og þeir til dæmis samþykktu ekki aðalskipulagið, voru með ákveðna afstöðu varðandi flugvöllin. Halldór er mjög skýrt hvað það varðar. Þeir aðri borgarfulltrúar sem voru með aðrar áherslur, þeim gekk ekki jafn vel. En núna er þetta niðurstaðan, og fulltrúaráðið lagði upp með það, stjórn fulltrúaráðsins fyrir prófkjörið að skoða fleiri leiðir, lega fulltrúarnir að velja leiðtogaprófkjör og annað slíkt. Það mætti harðri andstöðu hjá ákveðnum aðilum sem vildu endilega fá prófkjör, en þeir eru óánægðistir núna. Ég held að lærdómur sem við höfum að draga þessu, að við eigum að ræða í rólegheitunum hver er besta leiðin, og það þarf að taka þá umræðu til þess að velja á lista. Við höfum allavega komist að þeirri niðurstöðu, af því að þeir eru búin að fara í gegnum allt hitt, að prófkjör sé skásta. En tímandi breytast, og það má vera að við þurfum eitthvað að breyta því, en við þurfum að taka þá umræðu. Stóra máli hins vegar þetta, að auðvitað er þetta prýðisfólk sem þarna er komið á lista. Halldór er núna oddviti okkar sjálfstæðismanna í borgarstjórnarkosningunni í vor, þannig að það er okkar verkefni að styðja þetta fólk, og það er engin vafi í mínum huga að ef þau koma fram með heilsteypta stefnu, og við vinnum okkar vinnu að þá munum við ná ágætis árangri í kosningunum í vor. Óli Björn. Ég ætla að taka aðeins annan pól í hæðina. Þó að við sjálfstæðismenn getum bent á það að prófkjörið í Reykjavík hafi verið rúmlega 2 sinnum fjölmennara heldur prófkjör Samfylkingarinnar á seinasta ári fyrir síðustu alþingiskosningar, og 8 sinnum fjölmennara heldur forval hjá Vinstri grænum, að þá er alveg ljóst að þessi lélega þáttaka endurspeglar þá staðreynd að Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki náð að fóta sig að nýju í Reykjavík þegar að kemur að borgarmálefnum. Og ég nefnilega fór og var að skoða svona sögu prófkjara, að vísu út af þessari umræðu að konur ættu erfitt uppdráttar, skoðun sem ég hafna, þær hafa sótt mjög í sig veðrið síðust árin. En það sem mér þykir merkilegt, og ég held að eigi að vera svona viðvörunar bjalla fyrir sjálfstæðismenn í Reykjavík og rauninni sjálfstæðismenn allt land, vegna þess að gengi sjálfstæðisflokksins í Reykjavík skiptir svo miklu máli fyrir sjálfstæðisflokkinni heild út allt land, er að ef við lítum til þess að árið 2010, seinustu borgarstjórnarkosningum, að þá fikk Sjálfstæðisflokkurinn 20.006 atkvæði. 20.006. 33% liðlega, og við urðum fyrir áfalli. Okkur þótti það mjög liðleg niðurstaða.
í prókjörinu þegar að 5.000 manns núna taka þátt, það eru 25% af þeim sem greiddu atkvæði í síðustu borgarstjórnarkosningum. Ef við förum aftur til ársins 1978, prókjör fyrir borgarstjórnarkosningarnar þá tóku 45% af þeim sem höfðu kosið sjálfstæðisflokkinn 1974. 45%. En þá, 1978, misti sjálfstæðisflokkurinn í fyrsta skipti meirihlutann í Reykjavík, en fékk þó 47% atkvæða. Þannig að ef við setjum þetta, vegna þess að ég vil ekki taka þetta sem hlutfall af félagafjölda í Reykjavík og það er ákveðin rök fyrir því, ég vil líta til seinustu kosninga og hversu margir taka þátt í prókjöri með við síðustu kosningar. Og það er ekki nema 25% og þetta eru viðvörunarbjöllurnar. Það er gríðarlegt verk sem sjálfstæðisflokkurinn þarf að vinna hér í Reykjavík, hjá því verður ekki komist. Það er ekki bara frambjóðendurnir sem þurfa að vinna það verk. Það er einstök hverfafélög og það er fulltrúaráðið, það er vörður í Reykjavík og það er valhöll. Og menn verða að fara í þetta verkefni og taka það á alvöru og skilja þá viðvörun sem að menn fengu og hafa fengið bæði í þessu prókjöri og líka í skoðanakönnunum sem birtist í Morgunblaðinu og síðan í skoðanakönnun sem að Gallup gerði fyrir Morgunþátt Gísla Martins og var birt hér daginn. Jón Okkar, endur þú að jafnvel að það sé komið tíma á það að sjálfstæðisflokkurinn sem mesti fjölda fylgis stjórnmálaafl á landinu sé að bara út af breyttum tímum, ekki endur út af hruninu, heldur bara út af breyttum tímum, breyttum áherslu, gleymið því ekki eins og að Óli segir. Þó okkur sjálfstæðismönnum finnst þetta alveg afskutnulegt, að þá er þetta gríðarlega þáttaka miðað við önnur stjórnmálaöfl sem verða í raun og veru að smáflokkum ef við ekki horfum á bjarta framtíð núna sem að virðist vera á svipuðu rólu og sjálfstæðisflokkurinn eftir að besti flokkurinn lagði niður. Ég held að sjálfstæðisflokkurinn eins og allir aðrir flokkar og bara nánast við líka sjálfur að ákveðnu stigi þarf hann að taka sér taki og hrista upp í sínu eigin kerfi. Því að öllum hætti til að rykfalla og mér finnst sjálfstæðisflokkurinn Reykjavík vera svolítið rykfalli og meðal annars það sem hann þarf að gera, hann þarf að koma með nýjar öfluga stefnu til að reyna að ná til unga fólksins. Unga fólkið í dag, ekki bara í sjálfstæðisflokknum, heldur í öllum flokkum, hefur óskaplega lítið áhuga á pólitík. Það er allt í Facebook og alls konar leikjum á tölvunni og símanum og allstaðar og það er ekkert að hugsa þessi mál. Og það er vandamáli, en þess vegna það er flokkurinn að taka sér taki, sjá hvernig aðrir að gera þetta annar staðar og hrista upp í kerfinu og halda áfram. Sjálfstæðisflokkurinn er og verður áfram stærsti flokkurinn. Hann þarf líka kannski að rifja það upp og sem eins og ég ólst upp við því ég var ungur sjálfstæðismaður að þá var sjálfstæðisflokkurinn flokkur allra stétta. Það er löngu hægt að tala það. Mér finnst við þurfum að tala það aftur. Við þurfum að sjálfstæðisflokkurinn er regnhlífaflokkur og undir regnhlífuna eru ýmsir hópar sem ekki alltaf sammála en standa saman enga síður. Við þurfum bara að fara í naflaskoðun, ég held að það sé besta orðið yfir þetta. En ég held, svo er náttúrulega eitt vandamál líka fyrir Reykjavík það, og ég er einn af þeim, að mikið af sjálfstæðismönnum úr Reykjavík eru fluttir í nærliggjandi sveitarfélög. Það er Mosfellssveitin, það er Seltjarnarnesi, Kópavogur, Garðabær. Þar er gífurlega margir sjálfstæðismenn sem annars voru mjög öflugir hér í Reykjavík. Þeir eru bara öflugir í þessu bæjarfélögum og þetta er blóðtaka, en þá þarf bara að vinna það upp með einhverjum hætti. Við sjálfstæðismenn eru búin að víggirða Reykjavík. Já, frá Seltjarnarnesi, Garðabæ, Kóp og Mosfellsbæ. Og erum þar alls þær í meirihluta og stöndum okkur bara nokkuð vel. Nei, ertu frá þér, alls ekki. En bara, ég ætla aðeins að taka undir með Jóni. Ég held að sé mjög mikilvægt að sjálfstæðisflokkurinn fara að tala aftur svona mannamál og ég hef skrifað það undanfarin 4-5 ár, stétt með stétt. Ég hef líka að sjálfstæðisflokkurinn hafa sömuleyti tapað því að vera málsvari litla atvinnurekandans, mannsinn sem að reka bifreiðar og að berjast bara gegn eftirlitsiðnaðinum sem að
Guðlaugur Þór lofa nú að tækla nú eitthvað. En ég er hins vegar aðeins ósammála því sem að Jón Hákon segir varðandi unga fólkið. Ég held að ungt fólk í dag hafi mitt mikinn áhuga á þjóðmálum en með örlítið öðrum hætti heldur en við kannski þegar að við vorum alast upp og vorum á þessum aldrei að stíga fyrstu skrefina og mæta á kjörstað og svo framvegis. Og ég held að Sjálfstæðisflokkurinn eigi alveg óboðslegu tækifæri með því að ná til þessa unga fólks vegna þess að hvað vill þetta unga fólk? Það vill fyrst og fremst fá að vera í friði. Það vill frelsi til þess að gera það sem það langar til að gera og það vill eiga möguleikana til að gera það sem það langar til að gera. Og ef það er einhver stjórnmálaflokkar á Íslandi sem talar einmitt fyrir valfrelsinu og fyrir frelsinu, fyrir því sem að unga fólki lætur sig dreymum, þá er það Sjálfstæðisflokkurinn. Þannig að ég er sannfærður það að jarðvegurinn er mjög frjór fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Við þurfum bara að fara að tala með skiljanlegri hætti heldur við höfum gert. Tala mannamál. Ég þess að benda á áður ég byrði Guðlaug að svara næstu spurningu að Sjálfstæðisflokkur vaka samtök lýðræðissinnaðra stúdenta í Háskóla Íslands var yfirburða sigur. Hann yfirburða sigur í síðustu kosningu þar til stúdendaráð sem hann alltaf segir það að unga fólkið það hefur ennþá áhuga á Sjálfstæðisflokknum. En fólkið horfir líka á Sjálfstæðisflokkinn núna í ríkisstjórn búin að vera frá því í vor og þetta er orðið gríðarlega langur tími og það hefur gríðarlega lítið gerst ennþá. Það er boðaður blaðamannafundur af vikunni liðinni þar sem forsætisráðherra sem hefur verið að snupra seðlabankastjóra fyrir að bara við því að það verði ekki búin til einhver skuldaleiðningasjóður til þess að uppfylla kosningaloforð Framsóknarflokksins að þá og fólk er að horfa þetta þá segi ég bara við þig Guðlaugur Þór sem situr kjörinn á Alþingi Íslendinga fyrir hvað stendur Sjálfstæðisflokkurinn í dag? Hvað er það sem að fólki sem situr heima og nefnt ekki að koma og velja sér fulltrúa til að stjórna borginni, fyrir hvað stendur flokkurinn í dag? Sjálfstæðisflokkurinn stendur auðvitað fyrir það sem hann er alltaf staðið fyrir og það hér að fara yfir ákveðna grunnþætti. Jón minnist á stétt með stétt, Óli Björn minnist á hluti og það er nú ástæðan fyrir til þess að ég hef verið að vekja athygli sem eftirlitssinnaðinn er vegna þess að ég veit alveg hverju finna mest fyrir því. Og það eru þarna litlu athugasemdirnir, meðalstóru athugasemdirnir og þetta er ekki þannig að það sé verið að hlífa þeim, það er bara við erum komið þannig kerfi að það dregur úr sköpunarmætti og krafti atvinnulífsins. Og þegar það gerist þá kemur það niður á þjóðin allri og þetta er eitt af því sem við þurfum að hugsa upp á nýtt. En ég vil ekki tæma þetta vegna þetta er góð umræða akkúrat flokka og hvernig þeir eiga að starfa. Að með fullri virðingu fyrir 1978, ég var nú ekki þáttakandi þá í þessu, ég var að byrja tjóðvílan 10 ára gamall í Borgarnesi, fékk ekki vinnu að byrja út mokka og svo margir þá hittu. En það er aukaatriði. Að það sem ég verið að gera... Þú verið fljótur að bera út þjóðvélina þá? Fljótur, þeir dreifðu sig allan bæinn maður. 8 eintök? Já, þetta var aðeins verið 8 eintök en svo gæti það verið snúið, það var bara einn mjólkurbílstjóri sem að tók þjóðvélan og ef hann var veikur að veksa sumafrí þá kom hann með norðurleik 10 kvöldi. En það er önnur saga. En sko, það er búið að breytast mjög aðstæður og núna er það eitt er að það vanandi höfuðborgarsvæði þetta, og það var skipulagt að þessum langa tíma hjá R-listanum að þeir voru að ýta fólki sem var líkt til þess að kjósa Sjálfstæðisflokkinn út úr borginni og það fór út úr borginni og það er núna með meiri hluta í flestum sveitarfélögunum í kringum okkur. Já, og það er eitt af því sem við verðum að gera, þess vegna er dýrt þegar við þarna erum ekki meiri hluta í borginni að við séum ekki að skapa tækifæri fyrir unga fólki til þess að geta byggt sér upp íbúð og komið sér hér fyrir og ef við skoðum skoðanakannir eftir hverfum borgarinnar að þá eru hverfin sem Ólafur Thors og Bjarni Ben fór ekki í
hélt ekki fundi vegna þess að voru örugg að þau eru mjög rauðlít og þá ég að tala hér vestur í bæ og miðborgina. Það sem eftir svona vígi okkar sjálfstæðismanna eru Grafarvogur, Árbærin, Breiðholtið og Grafarholtið en þetta Ingibjörg Sólrún var og klókur stjórnmálamaður og hún vissi alveg hvað hún var að gera þegar var að ganga í þessa þætti. Almennt hefur séð, því ég að segja að líta til annarra landa, þá það almenna reglan svo að fjöldaflokkar að það ekki jafn mikið virkni í þeim eins og var. En það þýðir ekki að þessi ekki virkni í stjórnmálum, menn þurfa það bara að nýta með öðrum hætti. Þú minnist á Vöku í háskólanum. Þarna ungt fólk sem hefur með góðar hugsjónir sem hefur fundið flöt á því að vera með gott starf sem þau skila sér vel og þegar við þurfum að gefa þessu fólki líka tækifæri og það þetta áhyggjefni að það fólk sem hefur verið í forystu í unglingahreyfingu Sjálfstæðisflokksins og undanförnum árum og kannski áratugum að það hefur ekki skilað sér með þeim sama hætti eins og verið hefur í flokkstarfi, í framboð og annað slíkt. Það ennþá fjölmennasta sústingi sem að haldið verið var á Selfossi þegar ég var kosin formað þá við yfir 400 manns. Nú veit ég ekki hvort að þær aðstæður koma eftir, en ég sammála Óla Birni þegar hann segir að það áhugi og mikill áhugi að þjóðmálum hjá ungu fólki og þá auðveldar með að taka þátt í með heldur en gerði áður, en við þurfum að virkja þennan kraft. Og þetta tengist ekki bara Reykjavík, þetta tengist auðvitað öllum landin, því við erum að segja það, fara yfir það, við vorum að fá rétt rúmlega 28%, kringum 28% í síðustu alþingiskosningum. Við erum ennþá þar í skoðanakönnum yfir allt landið. Þannig að það því miður ekki þannig að verkefni sé bara á einhverjum einum stað á landinu, það alls staðar á landinu og við þurfum með þetta svara því kalli ekki út af því við svara kalli flokksmanna að gera það sem við stöndum fyrir. Við þurfum að gera fyrir þjóðina og við þurfum að gera sem allra fyrst. Ég fæ að þú til að tala litlu atvinnurekendur. Ég einn af þeim. Einn af þessum litlu atvinnurekendur. Ég einn af þeim líka. Við erum að borga, ég að borga á 1 milljón á ári í tryggingagjöld. Þetta litla fyrirtæki. Það enga von að sjá í neinu stefnum hjá Sjálfstæðisflokknum eða Framsóknarflokknum að það bara bæta þetta og en það kannski ekki hægt að þetta til hálf gjaldþrota þjóð. En það gerist ekkert í atvinnumálum. Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki forystu, við erum ekki að fara að sjá neinn árangur af stjórnarsáttmálanum að hafa forystu það. Það var það sem að flokkurinn lofaði mest að hann ætlaði að hjálpa litlu og meðalstóru fyrirtækjunum. Við erum bara ekki að gera raskat fyrirgefið. Jón Hákon. Ég segja það sama. Ég verð að fá að komast inn í þetta. Ég rek líka lítið fyrirtæki og við eigum bara fullt í fangi. Það ekkert að gerast í atvinnulífinu. Hefur ekkert, þetta ár eitthvað alerfiðasta sem ég man eftir frá því ég byrjaði rekstu fyrir 25 ára síðan. Og ég get ekki séð að það sé neitt framundan heldur vegna þess að hjól atvinnulífsins eru nánast stopp og í fyrirtæki sem mínu þar sem við endurspeglum athafnalífið að þá hef ég verulegar áhyggjur vegna þess að það mun taka svo langan tíma að koma aftur í gang en það gengið ansi hart að litlu fyrirtækjunum og miðlungsstóru fyrirtækjunum og þau berjast í bökkum og ef þetta breytist ekkert fljótlega á næsta ári þá hefur þetta að sjá fjölda gjaldþrota. Það alveg ljóst. Því miður, það bara svona. Við verðum að vona það að þessir ungu menn sem að svo miklar vonir voru bundna við að þeir fari að skila einhverju á stjórnarræðum. Við gerum auglýsingarlega og færum okkur síðan yfir á alþjóða sviði. Ég mjög sár yfir að missa fundinum, Jón Hákon, sem þú og fleiri verða á í valhöfn á morgun hvernig að efla tengsl Íslands við vestur yfir Atlantshaf. Við höfum sannarlega orðið fyrir áföllum þar og hér vestra í dag að þá syrgja menn ennþá hálfri öld síðar þennan sennilega einhvern ásannasta forseta hvað var að segja nútímans hér, komum tilbaka að vörnumspori. Laun á Íslandi hafa hækkað þrefalt meir en í viðskiptalöndum okkar á síðustu 7 árum en það hefur í raun engu skilað. Kaupmáttur launa í dag minni en 2006 og ástæðan einföld.
Of miklar launahækkanir hafa valdið verðbólgu sem hefur étið upp ávinninginn. Norðurlöndin hafa farið aðra leið og bætt lífskjör með hóflegri hækkun launa. Við eigum val hvert leið okkar liggur. Íslensk heimili skulda 2000 milljarða. Hvert prósentustig verðbólgunnar leggur 20 milljarða byrði á heimilin en 1% hækkun launa skilar heimilunum 5 milljörðum króna eftir skatta. Ávinningur heimilana af hjöðnun verðbólgu upp á 1% því fjórfalt meiri en af 1% launahækkun. 7 af hverjum 10 landsmanna hafa miklar áhyggjur af verðbólgunni og það orðið tímabært að kveða hana niður. Það hægt og það til mikils að vinna. Seðlabankinn telur að 2% launahækkun muni hafa mjög jákvæð áhrif. Vextir verða lægri, fjárfestingar taka við sér og hagvöxtur eykst. Tekjur heimilana verða meiri eftir 2 ár með minni launahækkunum vegna aukinnar atvinnu. Þetta einfalt. Það þarf samstillt átak til að vinna bug á verðbólgunni og halda aftur af verðhækkunum. Það þarf þjóðarsátt betri lífskjör. Læknavísindin hafa lengi þekkt virkni kólesteróls í mannslíkamanum og ef magn þess í blóði fer yfir æskileg mörk getur það valdið hjarta- og æðasjúkdómum. Neysla Benekóls náttúruleg leið til að halda kólesteróli í skefjum. Rannsóknir sýna að dagleg neysla Benekóls með mat lækkar kólesteról í blóði verulega og hefur þannig góð áhrif á heilsuna. Benekól, fyrir þá sem vilja lækka kólesteról. Græni svanurinn prýðir Ajax. Gerðu heimili skínandi hreint með Ajax. Brottap, steinsögun, borun, brot, múrbrot og öll almenn verktakavinna, steypusögun og húsarif. Brottap, EHF 894 80 40. Fiskikóngurinn sofa við 3 opin virkadaga millir klukkan 7 og 18:15. Nýr fiskur alla daga. Líka opið á laugardögum millir klukkan 10 til 15. Fiskikóngurinn sofa við 3, ávallt ferskur. Bunan orðin kraftlítil? Þarft þú að pissa oft á nóttunni? Próstaminus öflugt náttúrulegt efni fyrir karlmenn. Sama vöruverð í öllum verslunum Bónus. Okkar framlag í 24 ár. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Aftur Jón Hákon Magnússon og Óli Björn Kárason með okkur Guðlaugi Þór í heimastjórninni þennan föstudag 22. nóvember. Örlaga ríkur dagur það fyrir að nálgast þann tíma dagsins hér þegar við erum að myndrita þetta sem að skotin 3 riðu af frá bókasafns geymslunni í Dallax og felldu þennan forseta sem að hefur orðið svona eins konar goðsögn og menn hafa átt erfitt með að rauna að meta. Eina sem ég hef lesið, ég hef búin að fylgjast mjög vel með skrifum og slíku að það var sýnt með tækni. Maður, þessi Magruder sem tók þetta fræga myndband þegar að kúlan heiti Kennedy, að það búið að, með tækninni þá var búið að sýna það, eða þeir sýndu það allavega að skotlínan, öll 3 skotin, þau koma úr þessum sama glugga. Þeim hefur tekist með einhverju ótrúlegri tækni að sýna þetta með útreikningum og hornreikningum einhverjum og það búið að sýna það hvernig öll skotin koma þarna á 3 sekúndum. Svo ótrúlegt sem það kann að virðast að þessi eini maður hafi ekki gert þetta. Það var sagt að Ameríkamenn tala það dagurinn sem Bandaríkin breyttust. Þeir sem voru lifandi voru upp á þessum tíma, það er bara við Jón Hákon að við sem við borðið eru í minni Jón Hákon, minni sál, það var ennþá sál. Já, þú horfðir á það í Ameríku þegar Ruby drap Oswald og ég er bara verst að fyrir mig hvernig horfum við á þennan atburð núna. Ég var við námút í Bandaríkjunum og var að koma kvöldið áður frá Winnipeg. Ég hef verið þar í kappræðu teymi skólans og það var svo kalt í lestin að ég fekk flensu og fór ekki í skólan og var að horfa á sjónvarp.
þegar þetta gerist allt saman og það eins og ég gerst bara núna áðan þegar Walter Cronkite, svo frægi fréttamaður, birtist á skjánum og hálf grét þegar hann tilkynnt til forsetans. Og þetta var mjög undarlegt því að það datt allt í dúnalogn í Ameríku. Þetta var á föstudegi og var lengi kallað föstudagurinn langi því að það var svo mikið að gerast þennan dag. Og í mínum huga þetta svo ferskt að ég geti nánast sagt þér frá mínútu til mínútu. Nú ég var í Rúmeníu nokkra daga því miður og meðal annars var ég að horfa á sjónvarp þegar að Jack Ruby reiddist inn á lögreglustöðinni í Dallas og skaut Lee Harvey Oswald í beinni útsendingu. Og það eins og ég hafi bara gerst núna, ég get lýst því fyrir þið líka, þetta svo skrítið með heilan, að ég get lýst þessu fyrir þið nákvæmlega hvernig það gerðist. Og það var náttúrulega alveg saman, þú veist alveg að tekið 3 sekúndur að skjóta 3 kúlum, þarna gerist þetta líka á einhverju sekúndubrotum að maður riðst inn, setur byssun í magan á hann og skýtur hann. Og þá fékk Bandaríkjamenn með aftursjokk eftir fyrra sjokki, sko. En það skrítna að ég var líka staddur í Minnesota þegar var flogið á Turnana 2, var að horfa á morgunsjónvarp sem það gerist og það var nákvæmlega sama sem gerist í Ameríku þá eins og gerist fyrir 50 árum þegar Kennedy var skotinn að þjóðin lamaðist, gjörsamlega lamaðist á einu augnabliki. Þetta stórt land, þetta 330 milljónir en það datt allt í dúnalogn og var í nokkra dagar svoleiðis. Þannig að þetta eru atburðir sem maður getur aldrei gleymt. Þið ungu mennendir? Já, það var nú þannig að bróðir minn fæddist á þessum degi, 22. nóvember 1963 og þá voru fyrstu fréttir sem móðir minn fær eftir fæðingu að Kennedy hefði verið myrtur og menn héldu nú að Rússarnir stæðu þar að baki. Þannig að, og ég held að Íslendingar hafi fengið svona sjokk og óttast að vera að skella á 3. heimsstyrjöldinni. Kennedy dálítið margslunginn maður. Það eru til dæmis miklar efasemdir það hversu góður forseti hann hafi verið og Bandaríkjamenn eru núna einmitt í þessu rökræðum. Það nýkomið út bók sem því haldið fram og fær rök fyrir því að Kennedy hafi nú verið íhaldsmaður. Hann hafi verið hægri sinnaður. Ronald Reagan vitnaði mjög oft í Kennedy og ég hygg nú að til dæmis íslenskir stjórnmálumenn, fjármálaráðherra og hagræðingahópur ríkisstjórnarinnar og forsætisráðherra og ekki síst íslenski vinstrimenn gætu lært mjög mikið af Kennedy vegna þess að hann til dæmis í ræðu sem hann heldur í desember 1962 þar bendir hann á það að það er 1962 að efnahagslíf sem þrúgað af og háum sköttum muni aldrei verða til þess að það verði nægjanlega tekjur til fyrir ríkissjóð þannig að hann verði rekinn hallalaus hvað þá að hagvöxtur verði nægjanlega mikið eða störfum fjölgi nægjanlega mikið. Þannig að hann var maður sem vildi halda ríkinu í skefjum, hann vildi leysa úr læðingi krafta einkaframtaksins og virkja það og því leyti var hann mjög hægri sinnaður og hann var líka hægri sinnaður þegar að koma í utanríkismála. Hann var haukur, hann var ekki dúfa og mér finnst það eru svona, ég held að ef þú talar okkur sem ungumenna, Guðlaugur Þór getur kannski verið í þeim hópi, ég einhvers staðar miðaldra á milli ykkar, en ég held að ef það eitthvað sem við getum lært einmitt af Kennedy, þá að þessi til dæmis skilaboð að hafðu hófsemd í skattheimtu, örvaðu efnahagslífið, en tryggðu líka velferðarkerfi. Að hann hafi verið svona sjálfstæðismaður. Já, en það er eitt hann var harður formælandi þess að skattarnir lækkaði. Heldur betur. Verðstofan þessum demokratískur forseti átti að gera. Þetta var náttúrulega Joseph Kennedy faðir hans. Hann var kapitalisti og erki íhald af fyrstu gráðu þó að það hafi verið móðir hans. Kaþólikinn Rose Kennedy sem innleitt inn í börnin
þessa samfélagsþjónustu ábyrgð eða kröfu sem hún gerði. Það sko, þetta mjög merkileg og saga Kennedy fjölskyldunar mjög merkileg. Pappans var náttúrulega mjög ríkur og margar sögur af því og efasemdir það að hann hafði nú kannski verið sá alheiðilegasti kaupsýslumaður sem getur. Hann var, ef ég man rétt, sendiherra Bandaríkjanna í London og þótti hans frægðarsól hneig nú hratt þegar því að hann þótti nú helst til vilhallur undir Þjóðverja á þeim tíma. Hann var gríðarlega metnaðarfullur líka vegna barnanna sinna. Sá vonarstjarnan í fjölskyldunni var elsti bróðirinn sem dó í seinni heimsstyrjöldinni og það færið rök fyrir því að öll börnin hafi verið drifin áfram af því að þau voru að reyna að standa sig og fá viðurkenningu og stolt frá föður sínum. Og það eru ýmsar sögur af því. Saga Kennedy fjölskyldunar líka, svo að því fer svona þessi einu í annað, það er svo margir fletir á þessu, að hún náttúrulega alveg svakaleg sorgarsaga. Elsti bróðurinn hann deyr í seinni heimsstyrjöldinni, síðan Kennedy í skotin 63, Robert Kennedy hann myrtur sömuleiðis 68 og síðan meiri sé og síðan eru mjög mikið af í þessum frændgarði sem hefur mist lífið eða lent í miklum hörmungum langt fyrir aldur fram. Ungi drengurinn sem nú á frægu myndinni hérna ekki Jack sem undir borðinu á forsetaskrifstofunni að leika sér. Hann sem þótti nú setti á stað tímariti George á sín tíma og þótti vera mikil vonastjarna í stjórnmálu vestra. Hann deyr með konunni sin og með barnið í allavega voru þau hjónin og systir hann konunnar og þeir voru að fljúga, hann var flugmaður og lenti brotlenti í vatni. Og síðan eftir með Jacqueline sem að sjokkera nú Bandaríkjamenn á sínum tíma þegar hún giftist Onassis. Þetta allt alveg, þetta ótrúleg saga. Það sem það kemur nú ekki óvart af því það maður nú mikið séð út af þessum samsæriskenningum í tengslu við morðið á Kennedy að það kemur nú ekki óvart byssukúlu fara út allt. Það sem ég alltaf fundist eins og vera svolítið skrítið það morðið á lögreglustöðinni. Og að þessi nætuklúbba eigandi hafi síðan á þess að segja nótt einasta orð yfir því af hverju svona í rauninni hann gerði það alveg þangað til hann dó fyrir ekkert löngu síðan. Það hefur mér alltaf fundist vera svona einhver partur á sögunni sem ekki var sagður. En að bera saman bandarísk stjórnmál og íslensk stjórnmál ekki einfaldasta mál í heimi. Ég hef heyrt, þú minnist á Reagan að vitna en ég hef margar republikana að segja þeir hefðu verið svona Kennedy menn og þeir væru rauninni staðið fyrir sömu prinsip eins og hann og svo sannarlega hafa bandarísk stjórnmál sömuleiðis breyst í grundvallaratriðum síðan að þetta var þegar Suðri var nú demokrata vígið og demokrataflokkurinn og ansi skiptur sem hann ennþá og þessi flokka líka en ég held nú að það var nú ekki vafi ef að Kennedy hefur í íslensku stjórnmálum að það bara verið eitt flokkur fyrir hann og sá flokkur ekki til vinstri. Það eitt sem Óli var að segja áðan Bandaríkin mjög stór og á þessum tíma þá voru demokratar í Massachusetts og í Nýja Englandi voru mjög konservatífir. Þetta var yfirstétt, rík yfirstétt, írsk mestaðum og þau voru og það var vitamál og Kennedy var náttúrulega úr þeim hópi en á sama tíma var til dæmis demokrati í Minnesota, hann var mjög vinstrisinnaður og demokrati í Texas og í þá daga hann var líka tiltölulega frjálslyndur. Þannig að Ameríka svo stór að það ekkert sama hvar menn eru í flokki og enn dag í hvaða ríki þeir eru. En ég get alveg sagt að ef John Kennedy væri forseti í dag þá hann myndi ekki lifa það embætti af persónulega vegna þess að í þá daga sagði pressan ekkert frá honum og hans kvennafari og ýmsu sem hann var að gera. Í dag hefði hann ekki þolað þetta en þetta eru breytti tímar. Hann kemst upp með allt sem hann var að gera þarna á þessum tíma að því að fjölmiðlamennir hlífðu honum.
Og það mjög athyglisverð saga og en hann var Prince Charming, það engin, og í raun og veru hann ennþá, en það spurningin hefði hann lokið forsetaembætti sínu í neðsta flokki Bandaríkjaforseta eða myndi hann hafa endað í stjörnuflokki. Það stóra spurning sem menn velta fyrir sér í dag. Ég held hann hefði farið ill út úr endurkjöri eins og miðað við eins og staðan núna, en hann hefði náð í þá. Ég held að það auðvitað mjög margir sem að halda því fram að hann hafi til dæmis sem forseti hafa hann ekki verið mjög sérstakar, hann hafi forðast til dæmis að vera ákvörðunarfælin, lengi að taka ákvarðanir og nefna til dæmis Kúbudeiluna sérstaklega vegna þess að hún hafi magnast upp vegna, hann var auðvitað ræðisning, Kúbudeilan hafi magnast upp vegna þess hvað hann var óákveðinn og hvernig að hann brást ekki við með nægilega skjótum og skilvirkum hætti. Hittir hann auðvitað kjörinn 1960 með minnsta mun sem þá hafði verið, 150.000 atkvæði eða eitthvað svoleiðis gegn Richard Nixon. Það sem að Kennedy markar auðvitað tímamót, hann fulltrú nýrrar kynslóðar á þessum tíma og hann var auðvitað svona inspirasjón fyrir ekki bara ungt fólk í Bandaríkjunum heldur út allan heim sem heillaðist að þessum glæsilega forseta og þessari glæsilegu eiginkonu og þessum börnum. Ég meina þetta var allt í einu fengu Bandaríkjamenn svona sitt kóngafólk og þessi ljómi helst alla tíð vegna þess að hann var maður orðsins, hann kunni að tala við fólk og hann fellur síðan frá með þessu vofilega hætti og þess vegna þessi ljómi ennþá hann. En það líka það svo margt í þessu, það ein kenningin svo vegna þess að hann var líka, hann var stríðsetja, bjargaði félögum sínum á litlum svona tundurskeyta bát, PT 109 minni hafi heitið og jafnaði sig aldrei eftir því, var alltaf illa farin í baki, var háður verkjalyfjum. Ein kenningin svo hvað hann lá mikið á, hann yngsti forseti Bandaríkjanna og á flegiferð í þessu að hann hafi vitað að hann hefði ekki mikinn tíma. Nú veit maður ekki hvort að það sé eitthvað til í því. Hann í fyrstu sjónvarpskappræðinu sem skipta máli. Þar deila menn það hvort hann hafi þessi betur en Nixon en svo sannarlega var hann betur klæddur. Nixon var klæddur í grá. Það sem er niðurstaðan og það bara kannaninn sína það að þetta eru náttúrulega frægustu kappræður sögurnar og það var útvarpað og sjónvarpað og samkvæmt könnunum þá kemur og Nixon var ekki sminkaður og hann svitnaði mjög mikið og með svarta skeggrót líka og hann kom mjög illa fyrir í sjónvarpi og yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem horfðu á kappræðurnar í sjónvarpi töldu að Kennedy hefði gjörsiður að Nixon. Þeir sem eins og að hlustu á kappræðurnar í útvarpi voru samfærin það að Nixon hefði haft betur, miklu betur. En það sem að síðan náttúrulega kannski eina ástæðan fyrir því hvort hann var ákvörðunarfælinn eða hvort út af klúðurinn í Svínaflóa gerði verkum að hann var svona tregur í Kúbudeilinni. Það örugglega eitthvað sem hann má deilum, en stóra spurningin og þessi varandi endurkjör, varandi líka legacyð þetta hvað hann hefði gert í Víetnam. Og maður búið að sjá marga þætti það sem annars að halda því fram að hann hefði sett Víetnam á stað og þessi atburðarás sem að var eins og hún var og svo hinir sem voru algjörlega sannfærið það að hann hefði stigið á bremsuna eða gert hlutina með einhverjum öðrum hætti en hins vegar stóra máli bara þetta að við erum að tala núna hvað hann 3 ár forseti, ótrúlega viðburðaríkir tímar í forsetatíðinni og í veraldra mjög hættulegir í veraldra ætlaði við ekki verið næst í alveg sem hvað mennum finnst að fara þarna í 3. heimsstyrjöldina þar sem stórveldin tókust á og síðan bara þessi saga þessara fjölskyldna náttúrulega ótrúleg og ef einhver skrifa skáldsögum með öllu þessu þáttum þá hefði held í flestum talið að þetta var svolítið vel í lagt varðandi atburði og lýsingar. Látum kveðjum þennan forseta með þessum orðum. Það eru samningar framundan á Íslandi. Það spurningin hvernig við byggja upp. SA var að birta og með í byrtingu 78 sekúndna auglýsingu þar sem að færður rök fyrir því
að launastefna og samningar síðustu ára hafi bara fært fólk í verðbólgu og skert lífskjör. Hagstofan að vísu sendi frá sér einhverja tilkynningu í morgun að kaupmáttur hefði aukist 2,5% á síðustu 12 mánuðum og launavísitalan hefði hækkað 6%. Þú veit ekki alveg nákvæmlega hvernig þeir reikna það út, en verkalýðshreyfingin segist vera sár út í SA fyrir þetta útspil, þetta eru sögulega rántúlkanir. Á sama tíma sagði Gylfi Arnbjörnsson í gær eða í morgun að það hefði fengist jákvæð svör frá ríkisstjórninni sem myndu greiða fyrir því að maður getur sest niður. Hvar þetta núna? Það er gríðarlega mikilvægt að Samtök atvinnulífsins og launþegasamtökin ASÍ og önnur nái saman núna og fyrir áramót eða eftir áramót og það verði gerðir hér kjarasamningar sem eru skynsamlegir. Það bara skiptir öllu máli ef við ætlum að ná hér viðspyrnu og byggja aftur upp og nýtt. Þessi auglýsing Samtaka atvinnulífsins, ég skil ekki af hverju þetta fer svona fyrir brjóstið á forystumönnum ASÍ. Ég bara skil það ekki vegna þess að ég skil þessa auglýsingu ekki síður sem sjálfsgagnrýni Samtaka atvinnulífsins á atvinnurekendur vegna þess að þegar að samið kaup og kjör þá það tveir aðilar. Þetta ekki árás á launþegasamtökin. Ég held að það séu miklu frekar að þeir séu að gagnrýna sjálfa sig fyrir að hafa ekki staðið með þeim hætti að gerð kjarasamninga á undanförnum árum að þeir hafi skilað raunverulegri kjarabót til launamanna. Þannig að ég bara held að þetta sé bara gott hjá Samtökum atvinnulífsins að gera þessa auglýsingu og minna sjálfa sig á og okkur öll. Hvað í húfi? Ég held að þeir eigi eftir að leysa þetta sameiginlega Gylfi og Þorsteinn Víglundsson. Þeir hafa sýnt að undanfarið að þeir eru mjög skynsamir. Þetta upplöp núna, ég heyrði einu verkalýðsforingi morgun í útvarpinu. Þetta svona minnum á gamla tíma, þeir eru ábyggilega að leika fyrir sína félagsmenn, að þeir séu ennþá harðir og þeir mann ekki sætta sig við neinn lágmarkslaun, það að hækka launin. Þetta núna pínlítið stormur í vatnsglasi, en ég held að þessi tveir menn sem núna leiða þessi tvö samtök hafi burði til þess að stýra þessu áfram og ef ríkisstjórnin tekur þátt í því og gerir það sem beðið og getur gert það, að þá tekið undir málabirni að við ættum að geta náð saman einhvern tíman fljótlega eftir áramót. Það þarf ekki að fara mörgum orðum mikilvæg þess að semja og gera það með skynsamum hætti. En ég vil ná segja eins og ég hef ekki séð þessa blessa auglýsingu, ég horfi nú ekki mikið á sjónvarp og hef ekki fundið hana á netinu. En þessi þöggunar tilneiging og kannski þetta komið til út af því að með þessi talina í sinn hóp. Það var einhver verkalýðsleiðtogi sem sagði að það er mjög slæm áhrif á kjarasamningana hugmyndir hagræðingahópsins og maður hugsa fyrir ekki hvað nákvæmlega í gangi. Á núna eiga allir í þjóðfélaginu, allir stjórnmálamenn, allir aðilar að fara í einhver þöggunagýr á meðan að menn setjist niður til þess að einhver get ekki móðgast eða fyrst. Við finnst þetta svo ótrúlega skríti. Ég held að þetta bara eitt af því sem þarf að gera til þess að ná viðspyrnu. Við þurfum líka hér að breyta skattkerfinu, einfalda það. Við þurfum að lækka hér skatta, við þurfum að fara í ríkisfjármálinu sem miklu alvarlegri stöðu heldur menn hafi ætlað og koma hér hlutunum á stað. Þetta eru verkefnin og það eru ofsaleg tækifæri í þessu núna. Þið ræddu hér áðan þar sem að þið eruð nú allir þrír sjálfstæðismenn mjög óþolinmóðir og það er gott. Í því felast tækifæri, því það er ekki bara þið, það er líka þjóðin og þjóðin er meðvituð það að það þarf að fara í ákveðna aðgerð til að koma hlutunum á stað og það er okkar allra að sjá til þess að svo verði. Jón Hákon, Óli Björn, Guðlaugur Þór, kæra þakkir fyrir þetta. Randver kemur hér handan við hornið með gesti í Iðnó og síðan eldar Úlfar fyrir ykkur flottan helgamat. Höldum áfram Siglufjarðar heimsókninni í Hrafnaþingi þriðjudagsins. Góða helgi. Góða helgi. Sömuleiðis.